blessaðan hvíldardaginn, verið öll hjartalega velkomin. Við hefjum stundina í Jesú nafni með því að syngja sálmu nr. 67. Syngjum við sálmu nr. 76. Ritningatextin er tekinn úr Jesaja 53 og við skulum rísa á fætur. Jesaja 53, 3 til og með 5. Hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, harmkvælamaður og kunnugur þjáningum, líkur manni er menn byrgja fyrir andlit sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis.
En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Við álitum hann refsaðan, sleginn af Guði og lítillættan, en hann var særður vegna vorra synda og kraminn vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðum til unni kom niður á honum og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. Við skulum biðja. Kærleiksríki Faðir á himnum, þakka þér fyrir þessa miklu fórn sem þú færðir fyrir okkur. Þakka þér fyrir þennan mikla og djúpa kærleika sem þú sýnir föllnu mannkyni. Drottinn, ég þakka þér fyrir alla blessanir sem þú veitir svo ríkulega, bæði andlegar og tímanlega. Viltu fyrirgefa okkur syndir okkar og misgjörðir. Viltu leiða okkur veginn að við verum tilbúin þegar Kristi kemur. Drottinn, viltu vera með ræðumanninn þannig að tala til okkar. Sendu okkur orð frá þér. Drottinn, viltu fylla okkur þínum heila anda, viltu vera hérna til staðar og ég legg kirkjuna okkar í þínar hendur, samfélagi hérna og kirkjuna á Íslandi. Ég fel stundina í þínar hendur og þakka þér í Jesú nafni. Amen. Þá syngjum við sálmu númer 266. Þá er komið að við tökum upp gjafir. Þær renna í held ég safnaði sjó.
þér fyrir þessar gjafir, viltu margvalda þær og blessa og gefa þær koma góðum notum við þitt málefni, þú blessa þá sem gefa. Við þökkum þér í Jesú nafni. Amen. Og þá komið að barnasálminum okkar. 179. Einhver sem vilja heyra, já það eitt stór krakki, svo rétt upp hönd. Ég ætla að fá að koma hérna til ykkar krakkar. Kannski fæ ég Steffi til að þýða yfir á spænsku. Jú, svo allir fullorðna fólki heyri söguna. Mér langar til að segja ykkur eina sögu í dag. Og þetta eina uppáhaldssögum hennar Ester Lilju, þannig að kannski hjálpar Ester Lilja mér að segja söguna. En ég held kannski að þið þekki hana líka. First, ok. Buenas, hoy les vamos a decir, hoy Kitty les va a decir la historia favorita de Ester Lilja. Tal vez Ester Lilja le va a ayudar a decir la historia. Og þessi saga heitir Jesús og börnin. Esta historia se llama Jesús y los niños. Hún í skemmtilegri bók sem heitir Trúfastir vinir. Es un libro que se llama Niños, amigos confiantes. En hún líka í Biblíu. Y también está en la Biblia. Við vitum ekki alveg hvað þetta hétu. No sabemos cómo se llamaban. En í bókinni þá voru Markus og Sara að bíða með mömmu sinni og Ester litlu. Pero en la historia está Marcos y Sara esperando. ¿Me voru þeir að bíða? Þau voru að bíða. Þau voru bara að bíða. Ellos estaban esperando. Þau voru að bíða eftir því að hitta Jesú. Estaban esperando a ver a Jesús. En það stóðu þarna einhverjir menn sem voru svolítið reiðir á svipinn. Pero ahí había unos hombres que estaban con mala cara. Þetta voru lærisveinar Jesú. Esos eran los discípulos de Jesús. Þessu, sjáðu ekki að Jesús upptekinn? ¿No están viendo que Jesús está ocupado? Hann hefur miklu meira mikilvægt að gera heldur en að fara að tala við börnin núna. Tiene otras cosas más importantes que hacer que hablar con los niños ahora. Markus og Sara voru leið. Ay, Marcos y Sara estaban tristes. Og það segir að Markus hafi litið niður, hann var niðurlútur, horfði niður og svo rykið þyrlast milli tánna sinna. Y él mira al suelo y ve que el polvo se está levantando. Og Sara leit á Jesú. Y Sara miró a Jesús. Og kom tár niður kinnina. Y comenzó a salir una lágrima de sus ojos. Og þau
byrjuðu að labba í burtu. y ellos comienzan a caminar a casa, En allt í einu heyrðu þau pero de repente ellos escucharon að Jesús sagði eitthvað. que Jesús dijo algo. Hann segi, leyfið börnunum að koma til mín og bannið þeim það ekki. Dejen que los niños vengan hacia mí, no se lo prohíban. Lærisveinarnir máttu ekkert banna börnunum að koma til Jesú. Los discípulos no podían prohibir que los niños vengan a Jesús. Og það var eitthvað sem að lærisveinarnir skildi ekki alveg. Y eso era algo que los discípulos no entendían claramente. Af því að augum Jesú, Porque en los ojos de Jesús, þá voru börnin alveg rosalega mikilvæg. los niños son muy importantes. Kannski bara mikilvægar en fullorðna fólki. A veces hasta más importante que los adultos. Svo hann vildi ekki að þau mætti ekki koma til sín. Así que él no quería que nadie le impida que vengan hacia él. Og þegar Sara og Markus og hinn börnin heyrðu Y cuando Sara y Marcos escucharon eso, að þau mættu koma til Jesú, a que ellos podían ir hacia Jesús, þá hlupuðu til hans. ellos corrieron hacia él. Þau voru svo glöð. Ellos estaban tan contentos. Og Jesú var að segja þeim sögur Y Jesús les dijo historias, og þau skiptust á að vera hjá honum. Næst, sko, þau voru margir krakkar. porque había muchos niños, ellos se turnaban para estar al lado de Jesús. Og svo þegar dagurinn var búinn, Y cuando el día se terminó, þá var Markus að blístra. Vitið þið hvað er að blístra? y luego estaba Marcos, ¿cómo se dice? Silbando. Akkur blístra maður? ¿Por qué hace uno eso? Silbar. ¿Cuándo lo hace? Hann var svo glaður. ¿Por qué él estaba tan contento? Og hún Sara, hún hljópaði eins og undan mömmu sinni og svo stoppaði hún og rétti mömmu hendina. Y Sara corrió hacia su madre y le dio la mano. Hún tók í hendin hennar Y le dio la mano. og hún sagði, mamma, Y le dijo, ég vildi óska við getum sé Jesú á hverjum degi. mami, yo quisiese que podamos ver a Jesús todos los días. Og mamma hennar sagði, já, kannski kemur Jesús aftur bráðum í musterið. Y la madre le dijo, oh, tal vez Jesús viene al templo. Svo var það svolítið nokkur dögum setna Y después de unos días, og það var að koma páskar. y ya estaban viniendo las Pascuas. Vitið þið hvað páskar eru? ¿Saben qué son las Pascuas? Þið eru ekkert búin að gleyma, það var síðustu helgi. No se han olvidado, eso fue el fin de semana pasado. En helgin á undan því, Pero el fin de semana antes de eso, þá er dagur sem heitir Pálmasunnudagur. es el domingo de Ramos. Og þá kom Jesú á ösnufóla inn í Jerúsalem Ese día fue cuando Jesús entró a Jerusalén en un burro, en una mula. og þá spurðu Markus og Sara, mömmu sín og pappa, Y entonces Marcos y Sara le preguntó a sus padres, megum við fara líka? ¿podemos ir nosotros también? Og þau hjálpuðum og byggu til pálmagreinar og Sara var með blóm og þau tóku þátt í skrúðgöngu. Y entonces Sara y Marcos prepararon palmas y flores y ellos participaron en la... Markus var með svona pálmagrein, hafið séð pálmagrein? Það Marcos, él cogió er pálma svona tré frammi. hay unos de las palmas, hay un árbol así allá Þau voru með afuera. svona greinar og þau voru að veifa. Y ellos estaban así como, ¿cómo se dice? Og Markus sagði, Hósianna, Hósianna sinni Davís. Y Marcos dijo, Hosiana, Og hún Sara, hún var með blóm og hún var að dreifa blómunum þar sem að Jesú var að fara. y Sara tenía flores y ella estaba poniendo flores en el suelo donde Jesús estaba pasando. Og hún söng líka, Hósianna, Y ella también Hósianna. estaba cantando la canción que Kitty está cantando. Nei, þú voru að syngja líka. Er það ekki? Er ekki allir sammála? Nei. En já, og þannig að þau voru með í skrúðgöngunni. En svo allt í einu, þá stoppaði skrúðgangan. Y de repente todo paró, Þau voru komin upp á fjall porque ya habían llegado a una loma. og þau voru allir að horfa á eitthvað. Y todos estaban viendo, Stúlkunar, strákanir, la niña y los niños, fullorðna fólkið los adultos og líka Jesú. y también Jesús. Og þau voru allir að horfa niður hæðina. Y todos estaban viendo abajo. Og það var þarna hjalandi lækur, Y ahí había como un río, en þau voru ekki að horfa á hjalandi lækin. pero no estaban viendo el río. Og það var þarna borg með steinmúr Y había una ciudad con
una pared de piedra, en þau voru ekki að horfa á borgina með steinmúrin. pero no estaban viendo a la ciudad. Ég var alveg að vonast þess að Estilia myndi hjálpa mér að segja hvað þau voru að horfa á. Estaba esperando que Esther, Lilia, me podría decir qué es En lo que vitið estaban þið hvað þau mirando. voru að horfa á? Pero ¿saben qué es lo que estaban mirando? Musterið. El templo, al templo, Musteri Guðs. el templo de Jesús. Og það var hvítt Y era de color og blanco svona eins og, þetta var marmarak musteri og það glampaði svona eins og snjóhús í síðdegissólinni. y como era de piedra de mármol, en el sol brillaba como una casa de nieve. Og það var allir svo, fannst það allir það var svo fallegt að horfa á. Y a todos les pareció tan bonito ver eso. En svo daginn eftir, þá fóru þið í heimsókn, Y el día siguiente eða fóru þið í musterið. fueron a visitar al templo. Jésús og lærisveinir hans Jesús y sus discípulos og öll börnin. y Þau fóru todos líka los með. niños, también ellos fueron. En þegar þau komu í musterið, það var eitthvað svolítið skrítið. Pero cuando llegaron al templo había algo raro. Það var hávað og læti. Había tanto ruido Það voru nautgripakaupmenn og kindakaupmenn og dúfnakaupmenn. y había gente que estaba vendiendo Kaupið vacas kindi fórn, kaupið nauti fórn. y estaban tratando de vender ahí a sus animales. Svo voru einhverju víxlara með peninga. Y también estaban haciendo transacciones de dinero. Þetta var ekki eins og í musteri. No era como el templo debería ser. Einhver að reyna að selja eitthvað hérna inn í kirkjunni? ¿Hay alguien que está tratando de vender algo aquí en la iglesia? Nei. No. Hvernig á að vera í kirkju? ¿Cómo tenemos que estar en la iglesia? Hvernig á að vera í musteri? ¿Cómo hay que estar en el templo? Er fólk kannski að syngja, La gente tal vez alla canta salma los salmos og biðja? y oramos, En þau voru ekki að gera það. pero ellos no estaban haciendo eso. En þegar þau sá að Jesú kom, Pero cuando ellos vieron que Jesús llegó, þá stoppaðu öll köllin. todos pararon de gritar Og þau litu, allt fullorðna fólki leita á Jesú. y todos los adultos estaban viendo a Jesús Og það var að spáði hvað hann myndi segja. y estaban esperando a ver qué él iba a decir. Og svo sagði hann eitthvað á þessa leið, takið þetta burtu hérna. Y él dijo algo como, llévense todo eso de aquí. Og það var rosa mikið ís og þys og læti. Þau fóru með kýrnar út og þau fóru með kindunar út og dúfunar og búrin. Entonces ellos, luego había tanto ruido porque estaban tratando de llevarse todo fuera del templo. Og víxlararnir sem voru með peningana, sem voru að skipta, þau með sem glimtu peningunum sínum. Þau voru að flýta sér svo mikið út. Y la gente que estaba haciendo transacciones de dinero, ellos estaban corriendo tanto que se olvidaron hasta de su dinero. Allt fullorðna fólki skammaði sín og það fór. Todos estaban tan avergonzados así que se fueron. En börnin fóru ekki. Pero los niños no se fueron. Jesú fór að segja þeim sögur. Jesús les comenzó a Þau decir voru una svo historia. glöð að vera hjá Jesú. Og svo kom með þess að líka veikt fólk og Jesús var að lækna þau. Y luego comenzó a llegar la gente que estaba enferma y Jesús le comenzó a sanar a esa gente. Kom blindumaður, Un hombre que estaba haltur ciego strákur y un niño que no podía caminar. og Jesús læknaði öll. Y Jesús les sanó a todos. Og það voru krakkarnir aftur svo glaðir. Y los niños estaban tan contentos. Og vitið þið hvað krakkarnir byrjaði að gera? ¿Y saben qué comenzaron a hacer los niños? Þeir fóru að syngja aftur. Sjáðu, hlustu á Steffi. Y los niños comenzaron a cantar otra vez. Hósíanna, Hósíanna. Syni Guðs, syni Davís. Como Kitty estaba cantando. Ha, einhver daginn, þá tekst mér það. Algún día tal vez Steffi va a Að fá cantar. Steffi líka til að syngja. Tal vez. En þau sungu Hósíanna. Pero ellos cantaban la canción Hosiana. Og af því að þau sáu hvað Jesú var að gera og þau voru svo glöð. Y como ellos vieron lo que Jesús estaba haciendo, y entonces ellos estaban tan contentos. Og þann dag þegar Markus og Sara fóru á musterinu, Ese día, después de que Marcos y Sara fueron a casa, þá voru þau mjög glöð og þau kvöddu Jesú. ellos estaban muy contentos. Og alla leiðina heim, þá Tó- sungu þau Todo el camino a casa ellos cantaron Hósíanna, Hósíanna. la canción de Hosiana. Og veistu það, ég held að þegar við hlustum á fuglana syngja Yo creo que cuando estamos escuchando a los pajaritos cantar með sinni fuglarödd, með gogganum, con su þá held ég að canto, þeir séu líka að syngja Hósíanna. tal vez ellos también están cantando Og la þeir séu canción líka de að lofa Hosiana. Guð. Ellos también están alabando a Dios. Hvað heldið þið? ¿Qué es lo que ustedes creen? Kannski. Tal vez. En þetta var sagan Jesús og börnin. Pero esta es la historia de Jesús y los niños. Jesús vildi leyfa börnunum að koma til sín.
Y Jesús quería que los niños vengan hacia él. og hann lagði áherslu á þau. Y les puso mucha Hann vildi importancia, verja tímanum sínum með börnunum líka. porque él también quería pasar tiempo con los niños. Eigum við að biðja saman? ¿Oramos juntos? Spennagreipar. Segja, góði Guð, Querido Dios, takk fyrir það að þú elskar okkur öll. gracias porque tú nos amas a todos. Takk fyrir það að þú vilt verja tíma með okkur, líka okkur litlu börnunum. Gracias porque tú quieres pasar tiempo con nosotros, también los niños pequeños. Takk fyrir það að þú sendir engla þína til að passa upp á okkur. Gracias porque tú mandaste tus ángeles a cuidarnos. Og takk fyrir það að við getum komið í kirkju þar sem ekki verið að kalla og á einhverja dúfnaköpmenn og eitthvað hitt og þetta. Gracias porque podemos venir a la iglesia y no hay nadie vendiendo ni haciendo cosas que no se debe. Heldur er bara hægt að vera hér og lofa þig og syngja Hósianna. Así que podemos estar aquí y alabarte a ti y cantar Hosiana. Og við getum fengið að læra meir þig hér. Y podemos aprender más de ti. Í Jesú nafni. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Takk fyrir þetta, Kitty, og gerðu svo vel. Gleðilegan hvíldardag öll sömul Feliz sábado a todo el mundo. og gleðilegt sumar. Y feliz verano. Hafið tekið eftir því hvað er búið að vera bjart síðustu daga? ¿Se han dado cuenta que cuán claro está los últimos días? Hasta los últimos días. Sáuð þið regnbogan sem kom? Tal vez vieron el arcoíris de camino aquí. Þegar ég kom að var risa regnbogi á leiðinni. Það var fyrir ofan kirkjuna. Cuando estaba viniendo había un arcoíris tan grande. Við höfum verið mjög heppin síðustu hvíldardaga Hemos sido tan bendecidos los últimos sábados að við höfum fengið góða gesti. que hemos tenido buenos visitantes. Við fengum heimsókn frá Pavel Goya Pavel Goya, sem að ræddi mátt bænarinnar. que él habló del poder de la oración. Og síðustu helgi þá kom Dan Serb og talaði sættir og slíkt. Y el sábado pasado vino Dan Sel, que habló de la reconciliación. Og þetta hafa verið mjög dýrmætar, báða þessar heimsóknir. Y creo que ha sido una bendición tener a ellos aquí. Síðustu helgi þá vorum við að fagna páskum, El fin de semana pasado eran las Pascuas, stærstu hátíð kristinna manna. el festival más grande de los cristianos, Það sem við minnumst dauða og upprisu Jesú Krist. donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. En kannski árum við höldum áfram, þá skulum við lúta höfði í bæn. Pero antes de continuar vamos a orar juntos. Kæri himneski faðir, Querido Padre que estás en el cielo, við þökkum þér fyrir allar þínar blessanir. te queremos dar gracias por todas tus bendiciones. Við þökkum þér fyrir það að þú sendir son þinn Que te queremos dar las gracias porque tú enviaste a tu Hijo í þennan heim a este mundo til að frelsa okkur, para salvarnos, falla mannkynið. los humanos pecadores. Við þökkum þér fyrir það Te damos las gracias að þú gafst þér tíma líka til að ræða við börnin, porque tú tomaste tu tiempo para también estar con los niños, að þú myndir og kynntir lærisveinum fyrir því að börnin skipta líka máli porque enseñas a tus discípulos que los niños también son importantes og að við að passa vel upp á þau. y tenemos que cuidarlos. Kæri himneski faðir, við þökkum þér fyrir það þennan hvíldardag sem við höfum saman hér í dag. Te quiero dar las gracias por este sábado que tenemos aquí juntos. Við biðjum við þína blessun og þinn heilagan anda, Te pedimos por tus bendiciones y tu Espíritu Santo, að þú megi vera með okkur þegar við opnum þitt orð. que tú estés con nosotros ahora que vamos a abrir tu palabra. Í Jesú nafni. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Já, Y sí, við minnumst dauða og upprisu Krist á páskum. las Pascuas son donde recordamos la muerte y la resurrección de Jesús. Og ég veit að páskanir voru síðasta sunnudag, Y yo sé que Pascuas era el domingo pasado,
En páskanir ekki eitthvað sem má bara vera einu svona á ári. Pero Pascuas no debería ser algo que solo es una vez al año. Við þurfum að hafa hugan við krossinn allt árið kring. Tenemos que tener la cruz en nuestras mentes todo el año. Því þegar við hugleiðum krossinn að þá skiljum við hversu óendanlega mikinn kærleika Guð hefur til okkar mannanna. Porque cuando meditamos en la cruz y lo que significa, Það er í krossinu sem við sjáum hversu óendanlega mikinn kærleika Guð hefur til mannanna. Ya, ahí es cuando nos damos cuenta de cuán amor infinito Dios tiene hacia los humanos. Því svo elskaði Guð heiminn, hann gaf son sinn engilinn til að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Porque Dios mandó a su Hijo primogénito para que cualquier que en Él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Mér langar til þess að við tökum okkur tíma saman og við opnum ritningarnar. Quiero que ahora podamos abrir la palabra. Ef þú ert með Biblíu í pappírsformi þá það ennþá betra. Si tienes la Biblia como un libro de papel, ese es aún mejor. Ef þið vantar Biblíu þá veit ég að það eru Biblíur á íslensku, ensku og mögulega jafnvel spænsku aftast. Si no tienes Biblia, hay Biblias ahí atrás en inglés, español y en islandés. Sumir með það í símanum, ég veit það líka. Algunos de nosotros tenemos en el móvil. En mér langar til að við fléttum í Jesaja 53. Pero quiero que abramos en Isaías 53. En Kristján, veist ekki að páskanir þeir gerist í Nýja testamentinu? Pero Cristian, ¿no sabes que las Pascuas pasan en el Nuevo Testamento? Están escritas en el Nuevo Testamento. Er það ekki? ¿A que sí? Jú, það er alveg rétt. Sí, sí. En þið þekkið að það í Jesaja er ljóðið hinn líðandi þjón drottins. Pero en Isaías hay un poema de lo que va a pasar. Mörg hundruðum árum fyrr. Muchos más años antes de lo que pasó. Þá hafði verið það skrifað. Ya estaba escrito. Í Jesaja en Isaías 53. Byrjum við fyrsta versi. Comenzamos en el versículo número 1. Hver trúði því sem oss var boðað og hverjum var armleikur drottins opinber? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Hann rann upp eins og viðarteiningur fyrir augliti hans og sem rótarkvistur úr þurri jörð. Hann var hvorki fagur né glæsilegur svo oss gæfi á að líta, né álætlegur svo oss fyndist til hann. Subió como un retoño delante de él y como una raíz de la tierra seca. No hay parecer ni en él ni en hermosura. Lo vimos, pero no tenía atractivo como para que lo desearemos. Hann var venjulegur maður. Era un hombre común. Að minnsta kosti leit hann þannig út. Eso es lo que parecía. Því hann var fullur maður og fullur Guð. Porque él era 100% hombre y 100% Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Hann gekk hér á jörðu. Caminó aquí en la tierra. Og hann gekk með fólkinu. Y caminó con la gente. En við lesum áfram í þriðja versi. Y continuamos leyendo en el versículo número 3. Hann var fyrirlitinn. Fue despreciado. Og menn forðuðust hann. Y los hombres no querían estar cerca de él. Harmkvæla maður og kunnugur þjáningum. Varón de los dolores y experimentado por el sufrimiento. Líkur manni menn byrgja fyrir andlit sín. Y como escondimos de él el rostro. Fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Lo menospreciamos y no lo estimamos. En vorar þjáningar voru það sem hann bar og vor harmkvæli hann á sig lagði. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Við álítum hann refsaðan, sleginn af Guði og lítillættan. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios.
y afligido. En hann var særður vegna vorra synda og kraminn vegna vorra miskjörða. Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Hegningin sem vér höfum til unnið kom niður á honum El castigo que nos trajo paz fue sobre él, og fyrir hans benjar urðum vér heilbrigðir. y por sus heridos fuimos nosotros sanados. Y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Hann var álitinn refsaður, Todos nosotros, él sufrió, hann var fyrirlitinn, él fue, ¿cuál es este? ég fór aftur upp hérna. Ya, y Yes. fjärda, ja. Y menospreciado. Það var ekki komið vel fram við hann, No lo trataron bien, vægast sagt. eso se puede decir. En hann var særður vegna vorra synda Pero él fue herido por nuestros pecados og kraminn vegna vorra miskjörða. y fue afligido por nuestras transacciones. Hann tók á sig okkar synd Él decidió coger nuestras transgresiones, hann tók á sig okkar sekt og hann greiddi gjaldið. nuestra deuda y pagó el precio por eso. Höldum áfram í versi 6. Continuamos en el versículo número 6. Við fórum allir villu vegar sem sauðir, stemdum hver sína leið en drottin lét miskjörð vora allra koma niður á honum. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Hann var hrjáður en hann lítilætti sig og leik eigi upp munni sínum. Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Eins og lamb sem leikti til slátrunar og eins og sauður sem þegir fyrir þeim klippa hann, lauk hann eigi upp munni sínum. Como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que emunde delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. Vers 8. Með þrengingu og dómi var hann burt numinn og hver af samtíðamönnum hans hugsaði það. Por medio de la opresión y del juicio fue quitado. Hann var hrifinn burt af landi lifanda, fyrir sakir lífs míns var hann lostinn til dauða. Fyrir sakir syndar míns líðs var hann lostinn til dauða. Y respecto a su generación, ¿quién la contará? Porque él fue cortado de la tierra de los vivientes y por la transgresión de mi pueblo fue herido. Og menn bjuggu honum gröf meðal illræðismannanna, Se dispuso con los impíos de su sepultura leggstað með ríkum, y con los ricos estuvo en la muerte. þótt hann hefði eigi ranglæti framið og svik var ekki í munni hans. Aunque nunca hizo violencia ni tuvo engaño en su boca. En drottni þóknaðist að kremja hann með harmkvælum, Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. þar sem hann fórnaði sjálfum sér í sektarfórn. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, Skildi hann fá að líta afsprengi og lifa langa ævi. verá descendencia, vivirá por los días sin fin, Og áformið drottnis fyrir hans hönd framgengt verða. y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Vegna þeirra hörmunga sál hans þoldi, mun hann sjá ljós og seðjast. A causa de la angustia de su alma verá la luz y quedará satisfecho. Þá menn læra þekkja hann. Por su conocimiento mi siervo será justo. Por su conocimiento mi siervo justo justificará a muchos. Þá menn læra þekkja hann, mun hann, hinn réttláti, þjónn minn, gjöra marga réttláta og hann mun bera misgjörðir þeirra. Voy a leer otra vez. Por su conocimiento de mi siervo justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por lo tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Fyrir því gef ég honum hina mörgu að hlutskipti og hann mun öðlast hina voldugu að herfangi. Fyrir það hann gaf lífsitt í dauðan og var með illræðismönnum talinn. Porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los
transgresores. En hann bar syndir margra og bað fyrir illræðismönnum. Habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Þegar Jesaja fekk þegar Jesaja ritar þennan texta innblásin af Guði, Cuando Isaías escribe este capítulo inspirado por Dios, að þá hefur Kristur ekki enn komið inn á sjónarspilið, hann ekki fæddur. Jesús todavía no está en la tierra, él no ha nacido todavía. Það gerist miklu seinna. Eso pasa mucho tiempo después. Við lesum í Biblíunni að það var líklegast Jesús sjálfur sem að leiðbeindi og var með og var í að leiða Ísraels þjóðina í gegnum þessi ár 1000 og undan. Podemos leer que seguramente fue Jesús el que estaba dirigiendo al pueblo de Israel miles años antes. Og Jesús hefur ungur lesið þennan kafla í Biblíunni. Y cuando Jesús estaba joven, él mismo leyó este capítulo. Sem sonur Guðs vissi hann nákvæmlega í hvaða aðstæður hann var að setja sig. Como hijo de Dios, él sabía en qué situación él estaba. Og sem frelsar okkar hér á jörðu, þá vissi hann það líka. Y como salvador de nosotros aquí en la tierra, él también lo sabía. En hann kom hingað til jarðar. Pero él vino aquí a la tierra, Sonur Guðs. hijo de Dios, Sonur Guðs á krossi. el hijo de Dios en la cruz. Og við vitum það Y nosotros sabemos að það voru vorrar þjáningar í versi 4. En vorrar þjáningar voru það sem hann bar, vor hamkvæði en hann á sig lagði. que ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Og í 5. versi neðarlega, hegningin sem við höfum til unnið kom niður á honum og fyrir hans benjar urðu við heilbrigðir. El castigo que nos trajo paz fue sobre él y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Það stundum talið ódýra náð. A veces se habla de la salvación, ¿cómo es que se dice? No gratis, pero barata. Barata, já. Ódýrt. Stundum talað ódýra náð. En þegar ég les ritninguna, þá sé ég ekkert ódýrt við þá náð sem okkur hefur veitt. Ya, pero no es nada barato sobre esta salvación cuando yo leo esto. Hún ókeypis fyrir mig, Es gratis para mí, en við erum öll verði keypt. pero nosotros somos muy caros, Dýru verði. muy caros. En líðandi þjóð drottins, engin annar en sonur Guðs, No hay nadie como el hijo de Dios para sufrir esto, dó á krossi fyrir mínar syndir que murió en la cruz por mis pecados og dó á krossi fyrir þínar syndir. y por tus pecados. En það ekki nóg með hann dó, Pero no era suficiente que él tenía que morir. hann var lagður í gröf Él tenía que ser sepultado og hann reis upp á 3. degi. y resucitó al tercer día. Og það akkurat það sem við minnumst á páskum. Y eso es exactamente lo que nosotros recordamos en las Pascuas. Það ekki síður upprisan No es solamente la resurrección, og auðvitað fórnardóði Krist, claramente también el sacrificio de Dios. þetta kjarnin í trú okkar. Pero ese es el centro de nuestra fe. Því að eitt fórnardauðin Porque una cosa es el sacrificio de la muerte og án hans y sin ese sacrificio væri við enn í syndum, todavía syndum okkar. tendríamos nuestros pecados. Verðið, sektin hefði aldrei verið greitt. Esta deuda nunca hubiese sido pagada. Það einhver búinn að borga upp skuldin okkar.
Alguien ya pagó nuestra deuda, En án upprisunnar pero sin la resurrección, væri það samt kannski til einskis. eso tal vez sería en vano. Því að Páll ritar í 1. Korinthubréfi 15. kafla og 14. versi, Como Pablo escribe en Primera de Corintios, 15. kafla og 14. versi, 1. Korinthubréfi 15. kafli og 14. vers. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 14. En ef Kristur ekki upprisinn, þá ónýt predikun vor, ónýt líka trú yðar. Så första Korinthierbrev 5 kapla 14 vers. 1. Korinthubréfi 15. kafla, 15, okej, sorry. 15. kafla og 14. vers. Capítulo 15 versículo 14. Yo estaba diciendo 5, lo siento. Versículo 14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicción, vana también es la fe de ustedes. Ég bara endurtaka á íslensku, en ef Kristur ekki upprisinn, þá ónýt predikun vor, ónýt líka trú vor. Því að án upprisunnar engin von fyrir syndara eins og mig. Porque sin la resurrección no hay esperanza para un pecador como yo. Við þráum eitthvað annað og eitthvað betra. Queremos algo más, algo mejor. Þessi heimur Este mundo kannski með ýmsum þægindum og hinu og þessu, tal vez está lleno de algunas, ¿cómo se dice? Cosas buenas y lujos, en hann líka með þyrnum, pero también tiene dolor, vandræðum problemas og erfileikum. y dificultades. Stundum Guð góður við okkur. A veces Dios es bueno con nosotros. Ja, hann mjög góður við okkur. Bueno, Él es muy bueno con nosotros. Út af því að, ég veit ekki með ykkur, en stundum getur maður bara sett ákveðna hluti í einhvern kassa. No sé ustedes, pero a veces ponemos algunas cosas en una caja. Núna ég að gera þetta. Ahora estoy haciendo esto. Þá ætla ég ekki að hafa áhyggjur öllu hinu. Así que no me voy a preocupar del resto. Núna ég hér. Ahora estoy aquí. Þá ætla ég ekki að hafa áhyggjur af hvað gerast hinum megin á hnettinum. No voy a preocuparme de lo que está pasando en el otro lado del mundo. Ég sá eitthvað myndband daginn þar sem einhver sagði að heilin okkar væri bara ekki eins og hannaður til þess að vita allar hamfarirnar sem að gerast hinum og þessum staðar hnettinum. Vi un vídeo donde dice que nuestro cerebro no fue creado para nosotros preocuparnos de las dificultades que están pasando en el otro lado del mundo. Ég heldur reyndar að við komum, þetta var ekki út frá kristnum pælingum, þetta var bara út frá einhvers konar pælingum að fólk væri vant í að vera í litlum þorpum og það gæti ekki verið að spá í vandræðunum sem að gerast einhvers staðar annars staðar í heiminum. No creo que le estaba hablando el Señor que estaba diciendo esto sobre algo cristiano, sino que Él está hablando que nosotros fuimos creados como estábamos en un pueblo y no teníamos la capacidad como para preocuparnos de lo que está pasando en el siguiente pueblo. En staðreyndin samt sú að heimurinn að verða svolítið lítill, þó hann sé risastór. Pero la realidad es que el mundo es tan pequeño, aunque parezca tan grande. Og við erum meðvituð það sem að gerast víðsvegar heiminn. Y ahora estamos aware. Ahora nos damos cuenta de lo que está pasando en todas partes del mundo. Og það gerist bæði gott og slæmt. Y hay cosas buenas y cosas malas. En við heyrum meira af því slæma. Pero escuchamos más de las cosas malas. Við bíðum eftir því að frelsar okkar komi tilbaka. Esperamos que nuestro Salvador vuelva por esa segunda vez. Komi í skýjunum. Que venga en las nubes. Og skapi jörðina. Y que crea la tierra de nuevo. Og gefa okkur eilíft líf. Y que nos dé la vida eterna. En það byggir allt á því að við hugsum krossin. Pero todo esto es en la fundación de la cruz. Til að skilja þann kærleika sem liggur þar á bakið. Para poder entender el amor que está atrás de todo esto. Og ég velti því fyrir mér. A veces pienso. Hvort það væri ekki gott fyrir okkur. Que tal vez sería bueno para nosotros. Að hugsa og halda páska einu sinni á dag. Que celebremos las Pascuas una vez al día. Allt árið. Todo el año. Mun eftir krossinum og upprisunni á hverjum degi.
recordar la cruz y la resurrección todos los días. Það er nóg mikið af öðru neikvæðu til að fylla lífið okkar með. Hay tantas cosas negativas que podríamos llenar nuestra vida, En þvílíkur kærleikur sem Guð gefur okkur. pero cuánto amor que Dios nos está dando en esa acción. Skiljum við það í rauninni? ¿Lo entendemos de verdad lo que significa? ¿Entendemos lo que pasó? Að gefa son sinn Dar a su Hijo til að gefa okkur líf. para darnos vida a nosotros. Kristur var tilbúinn að gefa sitt eigið líf Y Cristo estaba listo a dar su propia vida fyrir okkur sem hann lítur á sem bræður para nosotros og que systur. Él nos ve como hermanos y hermanas. Hann dó fyrir okkar syndir Él murió por nuestros pecados og hann vill vera til staðar fyrir okkur. y Él quiere estar presente para nosotros. Við hlustum á Pavel Goya Escuchamos en las predicaciones de Pavel Goya með frábæra fyrirlestra fyrir 2 vikum síðan, cuando él estaba dando sus presentaciones hace 2 semanas, þar sem hann talaði mátt bænarinnar. donde él está hablando sobre el poder de la oración. Við skulum fara einn reikningateksta áður en við ljúkum í dag. Vamos a leer otro versículo. Förum í Mattheus 7. kapla. Vamos a Mateo capítulo 7. Mattheus 7, 7-11. Del 7 al 14. Mattheus 7. kapli og 7. til og með 11. vers. Mateo 7 del 7 al 14. Biðjið og yður mun gefast. Leitið og þér munu finna, kníið á og fyrir yður mun upplokið verða. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Því að hver sá sem öðlast sem biður, sá finnur sem leitar og fyrir þeim sem áknýr mun upplokið verða. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Eða hver sá maður á meðal yðar sem gefur syni sínum stein hann biður brauð. ¿Qué hombre entre ustedes que al hijo que le pide pan le dará una piedra? Eða höggorm þegar hann biður fisk. ¿O al que le pide pescado le dará una serpiente? Fyrst þér sem eruð vondir hafi vitað að gefa börnum yðar góðar gjafir, hve miklu fremar mun þá faðir yðar á himnum gefa þeim góðar gjafir sem biðja hann. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que piden? Við huglegum krossinn Meditamos en la cruz og við setjum krossinn í samhengi við þetta vers. y si ponemos la cruz en esta situación, Ef Guð tilbúinn að gefa son sinn, si Dios está listo a sacrificar a su hijo, af hverju myndi hann ekki gefa okkur góðar gjafir líka? ¿por qué no nos daría buenas cosas también? Af hverju myndi hann ekki vilja fyrirgefa okkur? ¿Por qué Él no quisiese perdonarnos? Af hverju myndi hann ekki vilja dvelja tíma með okkur, verja tíma með okkur? ¿Por qué Él no quisiese pasar tiempo con nosotros? Hann elskar okkur, Él hvert og eitt. Él nos ama a cada uno de nosotros. Og Kristur hefur dáið Aunque Jesucristo murió og farið í gegnum allar þær þjáningar sem hann fór í gegnum, y pasó por todos esos sufrimientos que Él tuvo que pasar, þó það hefði bara verið fyrir þig, aunque solo hubiese sido por ti, bara fyrir einn. solo para una persona. Þvílíkur kærleikur Krists. Cuán amor de Jesucristo. Amen. Amén. Þökkum Kristjáni kærlega fyrir. En við endum á sálminum 336.
Við skulum lúta höfði í bæn. Vamos a orar. Kæri himneski Faðir, Querido Padre, við þökkum þér enn og aftur te damos las gracias una vez más fyrir miskunn þín og náð por tu gracia y amor sem að þú gefur okkur á hverjum degi. que nos das cada día. Við þökkum þér fyrir fyrirgefningu, Te damos las gracias por el perdón de los pecados synda okkar og við þökkum þér fyrir fórnardauða Krists. y te damos las gracias por el sacrificio de Jesús, por la muerte de Jesús. Hann greiddi gjaldið sem við skulduðum Él pagó el precio que nosotros debíamos og hann gerði okkur frjáls y Él nos hizo libres, börn þín. hijos libres tuyos. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig Querido Padre, te queremos pedir að vera með öllum sem eru hér í dag, que estés con todos los que están aquí presentes hoy, líka þeim sem ekki komust también los que no pudieron venir hoy, og þeim sem eru með okkur í gegnum útsendinguna. los que están viendo a través del internet. Kæri Faðir, við biðjum þig að senda þinn heilaga anda, Querido Padre, te queremos pedir que envíes tu Espíritu Santo, að þú sért með okkur, que estés con nosotros, að þú vinnir í hjörtum okkur og umbreytir þeim eins og við sungum rétt áðan, que cambies nuestro corazón como cantamos hace rato, að við megum taka upp kross okkar á hverjum degi, kross þinn á hverjum degi, que podamos coger nuestra cruz cada día, að við megum hugsa þá fórn sem þú hefur fært fyrir okkur a que meditemos en el sacrificio que tú hiciste por nosotros og þann óendanlega kærleika sem þú ber til okkar, y el amor infinito que tienes para con nosotros, að þú megir fylla hjart okkar que llenes nuestro corazón af þeim kærleika de el amor og þínum heilaga anda, de tu Espíritu Santo, að bikar okkar megi vera yfirfullur, que nuestra copa esté más que llena, að þú megi gefa okkur tækifæri til að segja öðrum frá que nos des la oportunidad para decir a otra gente, og þannig megi fleiri vita para que más gente sepa og fá að kynnast y pueda Þér. conocerte a ti, hinum miskunnsama Guði querido Dios de amor, sem vill okkur allt það besta. que quiere lo mejor para nosotros. Kæri Faðir, við biðjum þig líka að hjálpa okkur. Querido Padre, también te queremos pedir que nos ayudes Hvernig við eigum að biðja til þín, a cómo tenemos que orar para ti, að við megum tala við þig sem vin, que podamos hablar contigo como un amigo, en að við megum líka koma djörf fram fyrir þitt andlit. pero que también podamos postrarnos ante tu rostro Við höfum biðjast fyrirgefningu syndar okkar og eyðrast, para pedir perdón por nuestros pecados y arrepentirnos, að við megum biðja þig þinn heilagan anda para que podamos pedirte a ti tu Espíritu Santo og fyrir alla þær blessanir sem þú hefur útbúið fyrir okkur y también darte gracias por las bendiciones que nos has dado sem einstaklinga como individuos og sem kirkju. y como iglesia. Kæri Faðir, að þú megir Querido Padre, que tú puedas hjálpa okkur ayudarnos að biðja þær góðu gjafir sem þú hefur lofað okkur. a pedirte los buenos regalos que tú nos has prometido, Að þú megir undirbúa hjört okkur fyrir komu þína, que tú prepares nuestro corazón para tu venida, við megum sjá þig í skýjum fljótt. cuando te veamos en las nubes pronto. Bið þess Te lo pedimos í Jesú nafni. en el nombre de Jesús. Amen. Amén.
þakka ég kærlega fyrir í dag, þakka Kristjáni Ara og Jóni fyrir að spila, Steffi fyrir að túlka og tæknimönnunum og ykkur öllum fyrir komuna. Takk bara kærlega fyrir, eru einhverja tilkynningar?